Fyrir framtíðina. Vinnupallar. Öruggar lausnir. vaffpallar.is. Það ég, Kári Snorrason, sem heilsar Mjólkurbúkurinn heldur áfram að rúlla í vikunni og að þessu sinni það 16. úrslitin. Nóga spennandi viðureignum framundan. Til þess að hitta upp fyrir þessa leiki hef ég fengið til minn góða mann sem þekkir þessa keppni þokkalega, Almar Ormarsson. Velkomin. Takk fyrir. Og 2 bikarmeistara titla á bakinu. Já, það passar. 2013 og 14. Eitthvað segir mér að 2013 sé meira uppáldi, eða hvað? Já, það var aðeins sætari af 2 mjög skemmtilegum titlum. Það var náttúrulega með Fram, fyrsti titl Fram í mjög langan tíma þá og fyrsti titl sem ég vinn á ferlinum. Ég náttúrulega náði að pota inn 2 mörkum í leiknum og svona, þannig að það var mjög gaman, en svo vann ég árið eftir með KR. Svona öðruvísi kannski, en mjög skemmtilegt líka. Þessi Framstjarnan, þetta ekki bara einhver besti bikarúrslitaleikur seinna ára? Allan sem ég spilaði. Já. Jú, ég minna hann var mjög skemmtilegur. Við lendum hann að 2-0 undir og okkur tekst að jafna 2-2. Þeir koma strax aftur yfir í 3-2. Aftur tekst okkur að jafna og svo fer þetta allir í vítaspyrnukeppni og bara að ég held skemmtilegur leikur að horfa á. Heldur betur. Við bara förum aðeins, við ætlum að fara yfir þessa 8 leiki sem framöndan eru. Við byrjum bara á fyrsta leiknum, Þróttur Breiðablik. Blikar mæta í Laugardalinn, hvernig leik býstu fyrir þar? Auðvitað býst maður við því að Blikar muni svona aðeins ráða ferðinni þar. Blikar samt ekkert verið eitthvað æðislega sannfærandi það sem hafa verið bestu deildinni. Þróttarar slóuðu þetta út IBVF, annað bestu deildarlið í 32 úrslitunum og voru, að mér fannst það sem ég sá þeim leik alveg sprækir á köflum. Eru með fínan hóp og auðvitað með lið sem ætla sér upp úr lengjudeildinni, þannig að þeir gætu alveg strítt Blikum og ég held að það sé engin spurning. Heldur betur, Blikar líka aðeins passívari en þeir hafa verið síðustu ár, þú veist, getur það komið kannski að einhverju góðum nótum í bikarkeppni, útsláttarkeppni? Fyrir Blikana? Já. Já, ég meina, já, mögulega, það er alveg að horfa á þannig að því að þú veist, það er náttúrulega bara allt undir í bikarleikjum, þannig að ef þú ætlar að spila einhvern blúsandi sóknarbolta, þá ertu þetta, þú veist, hættur á það að gefa hinu liðinu sénsa á skyndisóknum og öðru slíku sem getur verið svona góð leið fyrir lið úr neðri deildum að slá út betri lið. Þannig að einmitt, ef að Blikarnir verða passífir eins og þeir hafa verið í bestu deildinni og bara treysta á gæðin sín fram á við, þá auðvitað eiga þeir að vinna Þrótt svona á venjulegum degi, en þeir þurfa þá líka að eiga einn af þeim leikjum sem þeir eru að skapa færi og skapa mörk og halda hreinu, hafa gert það vel á þessu tímabili hingað til, en svo allt í einu fengur á sig 3 mörk á móti FH, þannig að það er alveg, þú veist, eins og ég segi, mér finnst alveg vera séns fyrir Þróttarana í þessum leik, en auðvitað reikna maður með því að Breiðablik sem á að heita eitt besta lið landsins vinni hennan leik. En bikarinn hefur samt verið nokkuð mikil vonbrigði fyrir Blika síðustu 2 ár sérstaklega. Fjallu leik gegn Vestra í 16. úrslitum í fyrra og 32. úrslitum gegn Keflvíkingum þar áður. Já. Það er bara eins og ég segi, þú veist, þessi bikar, hann þú veist, þú þarf bara að tapa einu leik og þá er mótið búið, það er mjög einfalt. Og ég held svona, einmitt að í Kópavoginum þá auðvitað vilja þeir fara lengra þarna. Ég held að það sé engin spurning og eins og ég segi, þú veist, þetta er leikur sem þeir eiga að vinna og ætla sér að vinna. Eins og staðinu núna, þá lítur ekkert allt of vel út fyrir þá í deildinni að þessi fara að vinna Íslandsmeistaratitilinn, þó að sé þetta nóg eftir á mótinu, ég tek það fram, ég er ekkert að útiloka það að Blikar verði að berjast það, en svona, það er kannski, þú veist, betri möguleiki fyrir þá að vinna bikarinn í ár heldur en Íslandsmeistaratitilinn. Heldur betur. Ef við fæðum til að spá þennan leik, hvernig? Já, ég vil ekki bara segja að þetta verði svona nokkuð skemmtilegur leikur, en ekkert allt of mikið af mörkum, segjum 2-1 Breiðablik. 2-1 Breiðablik. Næsti leikur, það er HK Víkingur. Víkingarnir, Íslandsmeistararnir fara í kórinn. Þetta er HK standa fyrir verðuverkefni, hvað er sagt? Já, alveg klárlega. Einmitt, þú veist, svona annar leikur sem er alveg svona sprækt lengjudeildarlið en á móti góðu bestu deildarliði og að mínu mati, þú veist, bestu heildin í bestu deildinni. Þú veist, KR-ingar er búin að vera besta liða sem hafi móti, alveg ekki spurning. En Víkingar eru bara, þú veist, ég er búin að tala um þetta í öðrum hlaðvörpum og annars staðar bara, þeir eru með
besta hópinn, langt stærsta hópinn, gerðu 7 breytingar fyrir síðasta leik og vinna samt, mjög stórt á móti Þór. Þeir gera væntanlega bara 11 breytingar núna og samt verður þetta eitthvað lið sem ætti að geta barist titla í bestu deildinni. Þannig að ég held að þetta verði mjög erfitt verkefni fyrir HK. Heldur betur, Víkingarnir unnu þetta 4 sinnum á síðustu 7 árum. Ekki farið í úrslit samt síðustu 2 ár. Þeir hljóta bara að vera hungraðir. Já, ég meina, væntanlega eru þeir hungraðir. Hverju voru úrslitum í hitti fyrra? Það var það. Nú er þetta allt... Nei, það var K.A. Víkingur kannski. Er það ekki? Var ekki K.A. meistari þá? Það skiptir ekki máli. Nei, þið voru náttúrulega ekki úrslitum í fyrra sem bara óvenjulegt fyrir þetta Víkingslið þessi síðustu ár. Þannig að ég á mjög erfitt með að sjá Víkinga koma eitthvað kærulausa innan leik. Þú veist, þeir hafa sagt það allstaðar að þeir ætli sér að vera í öllum keppnum, fara langt í öllum keppnum og vinna bæði deild og bikar. Ég hugsa að þeir ætli nú kannski ekki endilega að vinna Evrópukeppni en þeir ætla samt langt þar líka og ég meina, ég var svo, þú veist, það ólíklega gerist að Víkingur dettur út núna strax, þá er bara strax komið spurning hvað er alltaf að gera með allan hann hóp, af því að þeir bara þurfa alltaf leiki sem þeir fá til að halda mönnum svona þokkalega glöðum og ferskum í Víkinni. Þannig að, já, eins og ég segi, þú veist, ég sé Þróttar alveg stríða Blikum, ég á erfiðara með að sjá HK stríða Víkingum að einhverju alvöru nema að verða eitthvað kæruleysi í Víkingum sem kæmi mér óvart. HK er ekkert farið með himinskautum upp að lengjudildarrauninu, Gróttu og Ægi síðan töpu gegn Vestra í síðustu umferð. Já. Eins og þú segir, þetta verður erfitt. Já, ég meina HK náttúrulega eru með nýjan þjálfara og sem er kannski ennþá svona aðeins að móta sitt lið og allt það og væntanlega engin svakaleg áhersla hjá þeim á bikarinn þó að þetta væri, þú veist, það er ekkert skemmtilegra heldur en að slá út Íslandsmeistara úr bikarnum og þeir mun alveg leggja, þú veist, leikverðin sem byrja þann leik fyrir HK mun alveg leggja allt í sölunar en þeir þurfa að eiga topp leik og Víkingar eiga slaganleik til að HK eigi síns. Heldur betur. Hvernig fer þetta? Bara svona til að gefa HK-ingum auka spark í rassinn, þannig að þeir mæti alveg brjálaðir, geta bæði verið æstir í að vinna Íslandsmeistarann og brjálaður út í mig, þá vinnur Víkingur þetta 4-0. 4-0. Ekki séns, greinilega. Afturhalding Njarðvík, það er næsti leikur 19:15 hérna miðvikudaginn. Davíð Smári á titil að verja. Já, einmitt. Fer hann áfram? Já, góð spurning. Já, bara einmitt, ætli það ekki. Þú veist, þetta er keppni sem henda Davíð Smári vel. Þetta er svona, þú veist, hann er svona þjálfari sem virðist vera góður í því að ná svona stilla upp svona stökum leikjum og svona, þú veist, úrslita leikjum sem bara allir leikir í bikar eru þetta, þú veist, þetta er bara úrslita leikur, annarkvæmst ertu áfram eða ekki. En þú veist, bara mjög spennandi leikur, ég meina, þú veist, Afturelding auðvitað, nýfallnir eða þú veist, fjalli í fyrra úr bestu deildinni, eru með fínan hóp og eru auðvitað með besta gamlamann landsliðins í Birkir Má, sem mun ekki, já, gefa sig auðveldlega, en já, þetta er svona, þú veist, ég sé alveg fyrir mér jafntefli í þessum leik, farið langt allalega í framleggingu og bara vítaspyrnukeppni, segjum það, og ef ekki bara segja að Njarðvík vinni eftir vítaspyrnukeppni. Eins og þú segir, þetta er fyrirfram kannski jafnasti leikurinn? Já, mögulega, sko, eða þú veist, við erum svo sem alveg eftir að fara í nokkra stóra leikir eitthvað, en já, þetta er kannski leikurinn sem er erfiðast að spá fyrir sko, og þú veist, gaman, við erum ekki rætt það, en það eru náttúrulega fleiri lengjudeildarlið í þessum 16 úrslitum heldur bestudeildarlið og þarna erum við með garanterað að fari eitt lengjudeildarlið áfram, sem er skemmtilegt, en bara hvort liðið sem fer áfram, ég held að það lið geti alveg, þú veist, haldið áfram að stríða stærri liðum í næstu umferð, þannig að bara, já, mjög áhugaverður leikur. Eins og þú segir, bara Davíð Smári sótt líka stóra pósta úr þessu bikarmeistaraliði síðan fyrra, Guy Smith og Eiður Aron. Þú veist, er það þú veist, að hafa unnið þetta, Já. Þú veist, gefur þeim það mikið? Já, ég held það alveg að þú veist, þeir vita hversu skemmtilegt þetta er að fara alla leið. Eiður Aron alltaf farið unnið þetta áður með Val og þú veist, Guy Smith alltaf þegar hann er góður, það er hann drullu góður markmaður og þú veist, svo mér minna Gummi Magg hefur líka spilað bikarúrslitaleik
klúður reynda dauðafæri sem kostaði okkur einn byggar en þurfum ekki að rifja það mér upp. Nei, ég meina, þú veist, já, hann hefur sótt reynslu í þetta lið og ef að þeir ná að smita það út í hópinn og svona hversu gaman þetta eitthvað, þá geta þeir alveg farið langt í stærri keppni. Hvernig endar þetta? Eins og sagði hann, á vinna Njarðvíkingar þetta Já, í vítaspyrnukeppni og já. Og við gerum ekkert frá því. Nei. Ég Grindavík, það næsta leikur, líka 19:15 aðna miðvikudaginn. Já. Þú veist, þennan leik verður Lárus Orri að vinna, annars kom bara hrótt að pressa á hann, eða ekki? Jú, ég myndi ætla það. Ég meina Skagamenn ætluðu sér stóra hluti í sumar. Það var engin í feluleik með það og sækja stóra leikmenn og dýra leikmenn og það verið ekki farið eins vel á stað og þeir ætluðu sér. Maður svona hélt kannski þeir væri rétt úr gúrnum en svo tapa þeir á heimavelli 3-1 fyrir Keflavík sem er skellur. Mikill. Þannig að þeir en þú veist, þetta er ekki auðvelt verkefni sem er að fara í Grindavík í bikarnum. Eru reyndar á heimavelli, Skagamenn, en þú veist, samt, þetta er, eins og segja, þú veist, pressan er öll á Skagamennum. Ég lýsti Grindavík, Keflavík í 32 liðastöldunum og Grindvíkingar voru mjög sprækir þar. Bara í rauninni að mér fannst betra lið heldur en Keflavík í þeim leik. Þannig að þú veist, þú sér það, Grindavík vann Keflavík í vítaspyrnukeppni og Keflavík vinnur svo en ía, þannig að þetta er svona þessi sjálfmótsstarffræði sem við notum oft í gamla daga, þá vinnur Grindavík hennan leik út frá því, en nei, ég meina nú er bara, þú veist, einmitt, það er svolítið að duga að drepast fyrir Skagan, ég veit ekki sem hvort ég geti notað hann að leik til að einhvern veginn byrja tímabil almennilega, því að þetta er, eins og þú segir, þetta er leikur sem er eiga að vinna, bara út frá stöðu í deild og mannskap og allt það, en ég held að þetta verði ekki auðvelt fyrir það. Getur eitthvað lagt fingur á það, hvað svona hefur verið að klikka hjá Skagamönnum, og eins og þú nefnir þetta, þessi kaup í vetur hafa verið, þú veist, þetta eru statement kaup. Já, klárlega. Ég veit það ekki, nei, þú veist, þeir hafa spilað fína leiki inn á milli, þú veist, eins og móti Káa, innileikurinn frægi, þar voru þeir betra liðið en ná ekki að klára það. Flottur á móti Blikum. Já, mjög flottur á móti Blikum, en þú veist, og svo kemur þessi leikur núna móti Keflavík sem eru bara alls ekki góðir. Þú veist, akkurat núna held ég sé alveg hægt að segja að kannski það sé bara svona, þú veist, stress í mönnum og sjálfstrausti aðeins niðri og Lárus Orri náttúrulega kemur inn á síðasta tímabili með enga pressu og það er bara einhvern veginn að ætla að bjarga tímabilinu fyrir það, gerir það mjög vel og fer svolítið bara svona back to basics þar, þú veist, það er bara passa að verjast vel og svona nýta skyttisóknir og annað og gera það allt mjög vel. Núna er allt í að koma með lið sem, þú veist, ætla sér einhverju hluti, ætla sér að vera með boltan í leikjum og eru með leikmenn sem geta vissulega haldið í boltan og bara svona er einhvern veginn ekki alveg að smella hjá þeim og hvort sem að það er, þú veist, hvort að Lárus Orri sé gera eitthvað taktist vitlaust eða bara hópurinn ekki að meðtaka sem hann er að reyna að koma fram, ég veit það ekki, en allavega það er eitthvað ekki að smella hjá þeim og þeir, þú veist, þeir verða eiginlega svolítið að finna það á móti Grindavík, því að þetta er ekki einhver, þú veist, þetta er alls ekki eitthvað svona gefins sigur á móti liður neðri deild, sko. Hvernig fer þetta? Sko á grasinu á grasinu, ég meina Grindvíkingar þekkja þannig sem alveg að spila á grasi líka en svona leiðilegt maður ætlar alltaf að spá bestu deildar sigri á móti lengjudeildarliði, þannig að ég ætla bara að vera bjartsýnn fyrir hönd Grindavíkur og segja að þeir skori 3-2 sigurmarkið í uppbótartíma. Það verður dramatík að það verður dramatík. Við förum í bara stórleik 16-lega úrslita. Stjarnan KR, eini besti deildarslagurinn. Liðin mættust þetta í deildinni, síðastliðin föstudag. Hvernig koma þjálfararnir inn í þetta? Eru þeir að fara með svipað upplegg eða getur eitthvað rýnt í það? Mér er mjög gaman, skemmtilegt viðtalið við Óskar sem hann var einmitt spurður út í þetta, Óskar Hrafn, og hann sagði þetta er skemmtilega við Jökul, ég hef ekki hugmynd hvað ég er að fara að fá frá honum. Þannig að ég segi það nú bara sama held ég Óskar, ég vil ekki hugmynd hvað Jökull ætlar að gera í þessum leik. Ég þykist nú vita að Óskar Hrafn muni bara halda svona svipuðu leikplani og hefur verið hjá honum síðan hann tók við þessu KR-liði. En já, þetta er mjög áhugaður leikur og þetta, einmitt þessi deildarleikur á föstudaginn var
ég var skemmtilegur og svona maður hélt að kannski væri KR loksins að fá smá skell, lenda 2-0 undir, en það er eitthvað sem maður tala að sé eitthvað að klikka hjá Skagamunum, þá er eitthvað líka laglega að klikka hjá Stjörnunni og að missa þennan leik niður í bara tap er alls ekki gott fyrir þá og núna er það einmitt spurningin, ætla þeir að svona kannski að nýta það tap í að koma brjálaðir í innan bikarleik eða er sjálfstraustið í mólum og þú veist, ef að það er staðan þá er ekki séns í KR ef að, þú veist en hérna, ég vona bara að Stjarnan mæti, þú veist, svolítið með kassan úti og hérna segja, heyrðu, ok, þessi leikur var klikk eða þú veist, sérstaklega seinni hálfleikurinn við klikkuðum þar, en núna ætlum við bara að sýna alveg að við getum unnið KR-liða því að ég meina mannskapurinn hjá Stjörnunni er góður og við erum að sjá hérna Emil Atla og Örvar Eggerts og Birnir Snæ í þessari framlínu, þú veist, þetta er eitt besta svona þríeyki deildarinnar og við erum með Andra Rúnar líka í þessu mengi og þú veist, þannig að Stjarnan á þetta alveg geta unnið KR en þá verða þær að eiga 90 góðar mínútur. Þú veist, sögursagnir að þetta sé bara úrslitaleikur fyrir Jökul, annars fær hann bara reisupassan. Já. Þú veist, ef svo er hvernig, þú veist, þetta voru skrítin leikur fyrir Stjörnuna, þú veist, heldur að það sé raunin að þetta sé bara einhverju úrslitaleikur fyrir hann? Sko, ég þori svo sem ekkert eitthvað að fara að fullyrða það og ef að svo er að það sé eitthvað búið að tala um það á einhverjum stjórnarfundum eða eitthvað hjá Stjörnunni að þetta sé úrslitaleikur þá er enginn sem segir það við Jökul samt. Þú ferð ekki til þjálfara og segir, herðu, þú bara verður að vinna þennan leik, annars ertu rekinn. Það væri mjög skrítin vinnubrögð allavega. Þú veist, þú ferð ekki og segir við blaðamann, herðu, þú verður að fá 5.000 manns til að lesa þessa fréttina, annars ertu rekinn, skilur. Það er bara, þú verður að láta skilja það svolítið að. Auðvitað er fullt af sögum í gangi og Jökull mætir í viðtal og þykist ekkert hafa heyrt um það. En auðvitað, eins og hann sagði, hann er ekkert vitlaus, auðvitað veit hann að það er einhver umræði í gangi allavega hjá fjölmiðlum Íslands og mögulega í einhverjum bakherbergjum í Garðabænum, maður veit það ekki, þú veist, ég held að sé alveg pottþétt að það eru einhverjir innan Stjörnunnar sem eru ósáttir með þetta. Væntanlega eru líka aðrir sem eru svolítið á hans vagni og hérna tilbúnir að gefa honum smá séns, þú veist, það eru menn sem fíla Jökulana og hann er að mörguleyti skemmtilegu þjálfari, hann er svolítið öðruvísi þjálfari. Akkurat. Vitna aftur í Óskar nefndi það að deildin þarf svona menn. Þú veist, við viljum ekki bara hafa alla að spila sama kerfi og tuða sömu dómana eftir leiki og allt það. Þannig að, þú veist, ég vona ekkert að Jökull verði látinn fara. Ég er alveg sammála Óskari, ég vil hafa hann áfram. Ég var alveg til þess að Jökull stundum aðeins minna furðulegan í uppstillingu á liðinu, skilurðu. Þú þarft ekki alltaf að vera að spila framherjum í bakverði og bakverði í markinu og eitthvað svona, sko. Nei. Og hérna bara svona, þú veist, það er margt í þessu Stjörnunni sem er gott, en svo, þú veist, koma punktar inn á milli, það sem eru bara einhvern veginn alveg út á túni, sko. Til dæmis á móti Skaganum, sigurmarki á Skaganum þar. Þannig að, já, spurningin var, ætli þetta sé, þú veist, er þetta skrítinn leikur að fara í? Já, örugglega, af því að það eru sögursannir í gangi. Hvort að það sé úrslitaleikur fyrir Jökul, hef ég ekki hugmynd og það er svolítið svona hættuleg, þú veist, það er líka hættulegt einhvern veginn að ef að einhver er búinn að ákveða það, af því að hvað ef bara segjum að Stjarnan verði miklu betra liði í leiknum en tapi samt, þú veist, óefnir í vítaspyrnukeppni eða eitthvað, þá á að reka Jökul fyrir það. Hvað ef að Stjarnan verða skelfilegir sem leik en tekst samt einhvern veginn að kreista fram sigur, er það þá nóg fyrir Jökul? Og hvað ef, þú veist, er hann þá búinn að tryggja sér starfið úr tímabilið eða er það bara þangað að þið tapa næsta leik, þú veist, hvað gerist þá? Þannig að svona, allt þetta er svolítið, þú veist, erfitt að segja til og kannski skrítið að það væri einhver með bara eitthvað Excel-skjal hann að, þú veist, tikka við, þú veist, ef hann vinnur þennan leik þá er hann rekinn en þennan leik fær hann afslátt en þennan leik hérna verður hann að vinna með 3 mörkum eða eitthvað. Þannig að ég veit ekki hvað skal segja, þú veist, bara vonandi verður Jökull áfram þjálfari, hvort sem að verður í Stjörnunni eða einhverstaðar annars staðar, en hérna, þú veist, en hafandi sagt það, þá held ég að KR vinnur þennan leik samt. Ég er svona, þú veist, KR áttu slæman fyrirháleik, áttu ekkert slæman fyrirháleik en fengu samt á sig 2 mörk án þess að skora. Ég er ekki viss um að þeir séu búin að fara í gegnum
heilan hálfleik á þess að skora fyrir þessu tímabili. Á að 12 mínúta, það var það síðasta sem þeir skorað fyrir þennan leik. Einmitt. Þannig að, þú veist, ég held að það sé ekki fara að gerast aftur hjá þeim, að þeir skori ekki í fyrra hálfleik og bara svona miða við rönnið sem þeir eru á og sjálfströsti sem virðist vera í þessum hóp, þá versus sjálfströsti sem er örugglega hjá Stjörnunni núna, þá held ég að þetta verði erfitt fyrir Stjörnuna og KR tekur þetta. Ég vil segja, þú veist, 4-3 bara. 4-3, markaleikur. Já, ég meina það er yfirleitt markaleikir hjá KR. En bara þú sem gamall KR-ingur, þessi bara, þú veist, þeir eru með fullt hússtiga í bestu deildinni, fóru bara mjög samfærandi gegnum Val í Mjólkurbyggjunum. Hversu gaman er að vera KR-ingur? Fyrir þessa leikmenn sem eru að spila? Já, bara ógeðslega gaman. Þú veist, þetta er, ég sagði það nú í innkastinu daginn, að það er hvergi skemmtilegra að vera í fótballtaliði í dag heldur en í KR. Bæði sem leikmaður og í þjálfari og sem stuðningsmaður. Það er ógeðslega gaman hjá stuðningsmönnunum akkurat núna og bara þeir eru að mæta best á völlin og bara eins og móti Stjörnunni síðasta leik, það voru miklu fleiri káringar svona virtist vera með myndurum sem ég sá heldur en Stjörnumenn og þetta er bara, þú veist, það er svolítið þannig að þegar það gengur vel hjá KR, þá er alveg hrikalega gaman að vera í KR. Þegar að fer að halla undan fæti, þá eru menn svolítið snöggir að panta sér utanlandsferðir og panta bústaði og annað slíkt. Þá fækkar oft, þú veist, í stúkunni. Þú getur talið áhorfendur í Vesturbænum og reiknað út frá því. Það er bara formúla sem segir þá í hvað sæti KR-ingar eru í deildinni. Þannig að akkurat núna er ógeðslega gaman í Vesturbænum en þeir eru að halda því áfram. Nei, en þú veist, það er líka, það sem Óskar hefur líka breytt hana, sem er munur frá til dæmis Rúnari, og Rúnar auðvitað bara einn besti, ef ekki besti þjálfari sem hefur þjálfað KR, svona allan í seinni tíð, allir titlarnir sem hann skilaði þar og eitthvað, en Rúnar var svolítið svona þjálfari sem bara spilaði besta liðinu sem hann hafði völ á og fékk, þú veist, á sínum tíma fékk hann bestu leikmennina. Það voru rauninni KR og FH sem bara börðust alla feitustu bitana á sínum tíma og þannig að þú veist það voru ekkert margir uppaldir leikmenn í KR og uppaldir leikmenn fengu ekkert endilega alltaf marga leiki til að sanna sig. Óskar hefur breytt þessu svolítið, hann er með fleiri uppaldna leikmenn og var að taka tilbaka líka uppaldna leikmenn sem höfðu, þú veist, farið annað meira þess að bara í Gróttu og minni félög sko. Akkurat. Og þannig að þú veist, það er svona bæði það, náttúrulega núna gengur ógeðslega vel, þeir eru með uppaldan leikmenn, þeir eru með mjög unga leikmenn líka að spila, þannig að svona, hann er að tikka svolítið í öll boxin hjá stuðningsmönnum KR-inga, þú veist, þeir elska þetta, þeir eru auðvitað elska árangur eins og aðrir, en þeir líka elska að sjá KR-inga uppaldna vera að spila í KR-treyjunni, þannig að, já, bara í svona 8. skipti, það er mjög gaman í Vesturbænum akkur núna og hvergi skemmtilegra að vera. Heldur betur, ef við farum okkur yfir á uppstigninga daginn sjálfan. 3 leikir að dagskrá. Byrjum á svona þínum mönnum, K.A. Ægir, fá Ægismenn í heimsókn. Já. Þetta er skildi sigur, eða ekki? Jú, heldur betur. Og svona pínu strembin leikur held ég fyrir Hatta, þjálfara, að nálgast. Af því að, einmitt, þetta er, þú veist, af þessum bestu deildarliðum á móti lengjudeildarliðum leikjum sem við höfum verið að skoða, þá er þetta lélegasta liðið í lengjudeildinni eins og staðan er núna. Þeir eru í neðsta sæti, Ægismenn, gengur mjög lítið hjá þeim, án stiga ef ég man rétt. Og þjálfarinn þeirra mætir í viðtal eftir síðasta leik og bara segir raunin að þessi ekki leggja neina áherslu á bikarinn. Jú, þetta getur allt gerst í fótbolta en við erum ekki með fókusinn þar. Þannig svona næstu segir við bara, þú veist, við ætlum okkur ekkert lengra í bikarnum, sem gæti verið einhver svona taktík hjá honum, ég veit það ekki, en einmitt fyrir Káa þá er þetta pínu svona trikki, held ég, fyrir Hatta, hvernig hann ætlar að nálgast þetta. Því að þetta er algjör skildusigur, bara þú veist, þú mátt ekki tapa þegar það gengur svona illa í byrjun tímabils, þá mátt ekki tapa fyrir neðsta liðinu í lengjudeildinni. Og það er svona spurning sko, hvernig hann ætlar að stilla upp liðinu, ætlar hann að gera margar breytingar, ætlar hann að hvíla menn, eða ætlar hann bara að stilla upp sínu besta liða þegar hann veit að hann verður að vinna þennan leik, ætlar hann að reyna að koma einhverjum leikmönnum í gang eins og bara til dæmis Djuric sem hefur ekki verið að finna sig og var að byrja á bekknum í síðasta leik.
þetta geti verið svona leikur fyrir hann bara farið inn og látið ljósið skína og en sama skapið, þú veist, það kannski aðri leikmenn sem eiga tilkall í það að vera í byrjunarliðinu og mögulega á hans kostnað, ég veit það ekki en það svona, já, ég mjög spenntur að sjá hvernig hann stillir upp liðinu, hversu marga breytingar hann gerir frá síðasta leik og bara hvernig komin inn í þennan leika, því að sko, síðustu 3 leikir hjá Káa eru Keflavík, tap móti Keflavík sem var bara lélegasta leikur tímabilsins áttu skilið að tapa fara svo móti Þór, þar sem að baráttan góð og allt það, en fótboltalega séð voru þeir ekkert frábærir Káamenn, en vinna leikinn, mjög mikilvægt og bara frábært og svo það þessi IB-Vaf-leikur núna í síðustumferð á sunnudaginn þar sem að mér fannst Káamenn bara alls ekki góðir þeir vinna samt 2-0 Eyjamenn bara verri eða hvað? Eyjamenn verri, já. Bara töluvert verri sko, en bara ekki góður fótboltaleikur, svo ég segi það hreint út. Eyjamenn sköpuðu nánast ekki neitt að færum og Káamenn þannig sé ekkert mikið heldur og þú veist, áttu alveg skilja að vinna leikinn, þeir voru betra liðið, eða skára liðið, en það var ekki sannfærandi sigur á móti lélegasta liðið deildarinnar, en mikilvægt hins vegar að ná hennan sigur, fyrsti sigur að ná heimavellið þetta. Akkurát. Og þannig að þú veist, það gott, en núna þurfa þeir að byggja ofan á það. Þeir verða að vera betri á móti Ægi, heldur en voru á móti IB-Vaf. Og svona helst bara til að fá sjálfstraustið aðeins í gang, þá verða þeir líka bara að vinna smá svona sannfærandi held ég, þú veist. Helst að fá, þú veist, það væri náttúrulega geggjað og Djúrits myndi skora. Þetta ekki akkurat leikurinn til þess að trekkja hann í gang? Jú, ég myndi ætla það, ég myndi svona vona það, en þú veist, þetta samt, einmitt eins og ég segi, þetta samt ekki þannig leikur að þú veist, ægismenn ekkert að fara að gefa þeim sigurinn. Sama hvað þjálfarinn segir, skilur, leikmennirnir sem byrja leikinn, þeir ætla ekkert að tapa á móti Káa. Þetta er möguleiki fyrir þá til að vinna bestudeildarlið og svona sína sig. Hann talaði það eftir síðasta leika að hann væri núna með afsökun til að bekkja alla í liðinu. Akkurát. Og þú veist, hann mun væntanlega gera einhverjar breytingar og þá eru kannski strákar sem hafa fengið minni tækifæri í sumar. Þeir vilja sanna sig. Þannig að þú veist, það mun einhver bakvörður mæta hann og strauja Djúrits skilur það hægri vinstri og hann fær ekkert mörk á silfurfati held ég. En þetta er möguleiki fyrir hann til að komast í gang, þú veist. Þetta er möguleiki fyrir Oliver til að skora annað mark. Held að sé rétt mér en hann búin að skora eitt í deildinni. Gríms er svona nokkurn veginn komin í gang en svona, þú veist, þú vilt fá mörk frá fleirum og þannig að þetta er möguleiki fyrir Káa, svona kannski að fá aðeins meira sjálfstraust í áframhaldi í deildinni af því að þú veist, miðað við þennan IB-Vaf-leik þá er ekkert komið bullandi sjálfstraust í Káa-liðið þrátt fyrir sigurinn á móti Þór, þannig að þetta er skildur sigur en þetta er ekki auðvelt verkefni fyrir Káa. Þú spáðir samt þínum mönnum vantilega sigri, ekki? Svo spurning hvort ég að fara í einhverju öfuga sálfræði núna og reyna að ná þessu þannig en nei, ég verð að vera heiðarlega með það auðvitað spá í Káa sigri og ekki bara því að ég er Káa maður, bara því að Káa á að vinna þennan leik og eigum að segja 3-1. 3-1? Já, ég held að þeir leiki því miður inn marki en þeir enda búin að halda hreinu 2 síðustu leikjum, þannig að kannski það aðstæðanlega spá en já, segjum 3-1 bara, gefum ægismönnum það að þeir munu ná skora 1. Er Djúrits að skora? Já, ef ekki að setja bara 2 á hann, þetta er almennilega í gang. 2 á hann? Já. Flottir. Klukkan 2 líka á sama tíma, á uppstigningadaginn sjálfan, þá mæta ríkjandi bikarmeistarar Gróttu, fá þá í heimsókn fyrir vestan. Já. Hvernig vestramennu, þeir eru líklegri þarna, eða ekki? Jú, ætli það ekki. Góður sigur á móti HK þetta í síðustu umferð. Íbrahima Balde fór þar á kostum, skoraði 2 glæsileg mörk. Já, og ég meina, þú veist, auðvitað voru breytingar á vestra liðinu frá síðasta sumri, nýr þjálfari og mistu stóra leikmenn, en það er samt alveg, þú veist, það eru einmitt leikmennina ennþá sem eru góðir og þú veist, það er spurning hvort þeir náðu svolítið svona að taka þessa bikarorku með sér frá því fyrra og inn í þessa bikarkeppni og jú, þeir eru líklega að liða í þessum leik held ég alveg klárlega og auðvitað á heimavelli líka og svona, þannig að bara ég held að við fáum vestra aðeins lengra inn í þessa keppni. Hvernig fyrir þetta? Þetta er ungt og sprækt Gróttulið? Já, og ég meina, þú veist, bara eins og ég er búin að segja öll liðina, þeir munu selja sér dýrt skilur, þeir eru ekkert að fara að gefa vestra einhvern auðveldan leik og ég meina, þú veist, með
Gústa Gylfa hana sem, þú veist, kann alveg líka að stilla upp svona leikjum og peppa menn í gang og eitthvað. Algjörlega. Ég er alltaf að spá einhverju marka leikjum, það er bara svona óskikki hjá mér, en ég var að segja 2-1. Vestri. 2-1 Vestri. Þú veist að meina Rúnar Pál kannski í stað. Já, ég meina Rúnar Pál fyrirgjöf. Gústi Gylfa og Rúnar Pál, þetta er svona 2 háværi menn. Já. En já, sjálfsög við vorum að ræða þetta náðan, þannig að já, Rúnar Pál að sjálfsög. Ef við förum í bara síðasta leikinn í 16 leikúrslitum, það er heldur betur Safarík, Fylkir FH, Heimir Guðjóns mætir FH-ingum. Já. Hann var ekkert að gráta það að fá FH-inga í bikarnum eða eitthvað. Nei, ég hugsa að hann hafi farið mjög sáttur á kottan kvöldið eftir, eða kvöldið hann þegar drátturinn var. Já, þetta er mjög skemmtileg rimma og og bara svona, þú veist, einmitt, enn leikurinn sem er lengjudeildarlið á móti bestu deildarliði. FH-ingar, já, hann er kannski að sjá einn af betur leikjum vera í sumar. Það var þessi bikarleikur á móti Þór. Er ekki bara sá besti? Já, líklega, sko, en svo reyndar, þú veist, fínir á móti Blikum í síðustu umferð, þá fáum við bara 1 stig út úr honum. Einmitt. En svona mikið búið að ræða þetta FH-liðið, þetta allstaðar, í öllum hlaðvörpum og öllum sjónvarpsþáttum og eitthvað. Þú veist, það er svona uppbygging í gangi hjá þeim og þeir eru ennþá svolítið svona að finna sinn fótbolta bara, þó að Jónas Karl hafi nú komið og sagt vilja spila alls konar fótbolta, þá er það ekkert endilega alveg raungerst allt saman. Þessi pressa sem þeir ætluðu að spila hefur ekkert svínvirka hjá þeim og þeir svona, þú veist, hafa verið mjög miklu klaufar inn á milli, bara til að mynda framleikurinn í þar síðustu umferð, þar sem þeir missa niður leik þar sem þeir eru 3-1 yfir, niður í 4-3. Og svo er þetta Fylkislið sem er náttúrulega með bara einna betri þjálfur á landsins. Heldur betur. Og þjálfara sem, eins og það segir, sem vill vinna FH. Ég held að það sé ekki spurning. Svona, þú veist, viðskilnaðurinn í fyrra svona, ég veit að Heimir er ekkert að taka eitthvað allt og illa, skilurðu, hann er samt eitthvað síður leðilegt. Að sjálfsögðu og svona, þú veist, einhvern veginn hvernig FH-ingar kannski voru í fjölmiðlum eftir þetta, þú veist, bæði Davíð Þór Viðarsson og síðan Jóhannes Karl, hann er í viðtölum, sko, það er svona einhvern veginn hvernig þeir ætla að gjörbreyta þessu eins og allt hafi verið vonlaust hjá FH sem það bara var alls ekkert undir Heimir var í rauninni að ná því besta út úr mannskapin sem hann gat hjá FH fannst mér. Og ég held að Heimir eigi líka eftir að ná því besta sem hægt er að ná út úr þessu Fylkisliði og kannski sérstaklega í þessum leik. Þú veist, hann er peppaður og hann mun ná að peppa þessa Fylkisstráka með sér í þetta líka. Akkurat. Fylkir er félag sem þrífst á stemningu. Þeir hafa alltaf verið bestir þegar það er gaman hjá þeim. Það var oft hundleiðilegt að mæta Fylkismönnum þegar maður svona fann að andrúmsloftið var gott. Þú veist, Ásgeir Börkur alveg í essinu sínu og Andri Smár, skilurðu, hann í bakverðinum bara var langbestur þegar hann var nýbúinn að segja einhverja brandara við félagana, sko. Og ég meina Albert Brynjar Ingason auðvitað einn finnasti maður landsins. Þannig að þú veist, þegar það er gaman í Fylki þá er alveg ógeðslega gaman þar og ég held að verði gaman hjá þeim á móti FH. Pressan einmitt, þú veist, eins og bara alltaf þegar bestdeildarlið spilum undir lengjudeild er á FH-ingum og ég er ekkert viss um að FH-ingar endilega höndli pressuna núna. Þeir eru alltaf litla liðið í bestdeildinni. Í rauninni svona með hvernig mótið er að spilast þá svona þeir eru einhvern veginn búin að spila sig þannig að þeir eru liðið í uppbyggingu og með unga leikmenn og allt það og núna er komin svona press á þá og ég held að þarna verði annar leikur sem að lengjudeildarlið mun slá út bestudeildarlið. Þú heldur það, já? Já, það er einhver svona tilfinning hjá mér að Fylkismenn muni taka þetta. Þetta síðast þegar liðin mættust þá bara gengu FH-ingar út af velli. Fylkismenn fengu 3-0 sigur þar. Það er vonandi fyrir FH-ingar að vera gott veður núna, annars geta þeir ekki klára leikinn. Það var, það er kannski svona, sá leikur líka setja þess pínu svona skemmtilegan vinkil á þetta, sko, að sá leikur var aldrei kláraður. Þannig að, ég þetta er svona, kannski svona, þú veist, auðvitað er KR stjarnan KR svona stærsti leikurinn í þessari umferð, en þetta er mögulega svo áhugaverðasti. Það eru alls konar sögur á bak við þetta og eins og ég segi, ég held að Fylkismenn taki þetta. Hvernig er að loka tölur?
Fer þetta í framlengingu, Ég er alla leið alltaf- kannski? Já, einmitt. Já, ef að segja að þetta fari í framlengingu. Fylkismenn skora 2 í framlengingu, þannig að þeir vinna þetta 3-1. 3-1, þá er það klárt. Þá erum við búin með alla leikina. Þá þetta gerist í Árbænum og upp á Skaga. Sákvæmt þér? Já, ég minna að þetta eru bara leikir sem, eins og ég sagði það væri leiðild að spá alltaf bestu deildarliðunum áfram hérna, en mér finnst mjög margir af þessum leikjum lengi deild á móti bestu deildarliði. Mér finnst mjög margir að þeim gæti árið farið þannig að lengi deildarliðin muni stríða og við munum fá einhvers konar óvænt úrslit. Ég held að sé ekki fara að gerast að öll bestu deildarliðin vinni sína leiki á móti lengi deildarliði. Hvort að það verði akkurat í leikjunum sem ég spáði mjög ólíklegt, ég þykki ekki það sannspár maður sko, en það verður eitthvað óvænt, en við fáum allavega eitt bestu deildarlið áfram því að Káur og Stjarnan mætast, þannig að þetta verður ekki bara lengi deildarlið, en það verða einhver lengi deildarlið sem fara áfram. Heldur betur, þá ættum við bara að fara að slá botnin í þetta. Almar, takk hérlega fyrir komuna. Já, takk fyrir mig. Þetta hefst alltaf morgun. Verið sæl.